Gengi eða gengi gjaldmiðla er skráning á verðmæti þeirra gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Á Íslandi notum við íslenska krónu. Við getum skráð gengi hennar gagnvart dollar, svo getum við skráð annað gengi gagnvart evru og svo framvegis. Ef við gefum okkur dæmi að við fáum 1 bandarískan dollar fyrir 100 krónur, þá er það dæmi um gengið, en þá myndum við líka fá eina íslenska krónu fyrir 1 cent, sem er 100 dollar. Það er hægt að skrá þetta í báðar áttir. En við skulum skoða hvaða áhrif það hefur ef að gengið breytist. Við skulum skoða dæmi. Hérna ætla ég að skrá gengið, hérna verðið í íslenskum krónum og hérna verðið í dollarum. Ef að gengið er 100, vara kostar 1000 krónur, þá þurfum við 10 dollara. En ef að gengið lækkar, þannig að það kosti 200 krónur fyrir hvert dollar, að þá vara sem kostar 100 krónur, hún myndi ekki kosta nema 5 dollara. Þannig að þegar gengið hjá okkur lækkar, það þýðir við þurfum fleiri íslenskar krónur fyrir hvert dollar, það er hagstæðara fyrir þá sem að koma til Íslands og með dollara með sér. En ef að gengið fær allt í einu að styrkjast upp í 50 og þá kostar vara sem að kostar 1000 krónur, hún kostar 20 dollara. Það er hagstætt, óhagstætt fyrir þá sem koma til Íslands. En ef að við skoðum dæmið aftur og festum verðin aftur festum það í 10 dollarum og festum gengið í, þið sjáu það, ég var búinn að skoða hvað 10 dollarar kostuðu, þá kostar það 1000 krónur. En ef að gengið var allt í einu 200, þá þyrfti ég 2000 íslenskar krónur til þess að kaupa þetta. Þið séu að það er óhagstætt fyrir okkur að fara til útlanda að kaupa eitthvað, því þá er það dýrara í íslenskum krónum, eitthvað sem kostar 10 dollar í útlandum, þegar gengið er 200 heldur en ef gengið er 100, þá kostar þetta bara 1000 krónur. En ef að gengið væri 50, þá fengjum við 500, þyrftum við ekki að borga nema 500 krónur fyrir þetta. Þannig að þið sjáið að ef að gengið veikist, við fáum margar krónur fyrir hvert dollar, það þýðir líka við þurfum fleiri krónur fyrir hvert dollar. Það er hagstætt fyrir þá sem koma til Íslands. Þegar gengið styrkist, þannig þurfum færri krónur fyrir hvert dollar, það þýðir að peningarnir okkar verða meira virði heldur en dollararnir, að þá þurfum við að borga minna fyrir vörur frá útlöndum eða í útlöndum, en þeir sem koma til Íslands hérna, þeir þurfa að borga meira.